Það vill stundum gleymast hver það sem heldur landinu okkar öruggu. Almenningur hugsar kannski til lögregluþjónanna sem sjálfsagt eðlilegt, en ég held þetta sé meira eins og í boltann. Nú? Já, sko besta lið í heimi getur verið algjörlega vonlaust nema að sé með góðan þjálfara. Í fullri alvöru, ég veit að ég hef kannski stundum gert þér lífi leitt síðustu daga, en það bara því ég veit hvað í þér býr. Og það var þín styrka hönd á stýri sem að sigldi þessu máli í höfn. Já, sko, þetta hryllilega mál hefur sýnt það að samfélag okkar ekki lengur jafn saklaust og það var í gamla daga. Og til að bregðast við því þá þurfum við öfluga löggæslu. Við þurfum aukin fjárframlög til þess að fjölga stöðugildum og efla innviði sem orðnir úreltir. Já, og innra eftirlit sömuleiðis nokkuð sem ég tel brýna þörf á. Er þá ekki upplagt að þú takir að þér að leiða starfshóp stofnun slíkar deildar? Ég tæki það að mér með glöðu geði. Þetta einhvers stað hérna. Í þessum hérna? Hörru. Hérna þetta? Starfsmannsskrá. Ekki? Jú. Hann ekkert hérna. Kannski aldurinn að ruglandi eitthvað gamla það sér í mér. Já, eða hann stoppaði bara stutt við. Kannski hann fengið að lána úr öðru umdæmi. Var einhver fréttaritari hérna á þessum árum? Já, já. Rúna Stef. Hún sá allt svona á þessum tíma. En ljósmyndari? Hún líka. Hvað spá hún? Það eiga að vera einhverjar í þessum kassa hérna. Er þetta allt? Já. Lögreglan vildi ekki að ég væri að þvælast þarna fyrir þeim, sagði hún. Svo ég tók bara nokkrar myndir. En hérna, Rúna mín, mættu við fá myndina þín að lána þær? Við lofum að fara vel með þér og við skiljum þeim leið að við erum búin að nota þér. Já. Magnús. Gögnin sem voru í Tómasarskýrslunni, eru þau öll í skjalageymslu? Já. Ok, við verðum að skoða þau öll. Hvað? Hvað séu það? Hvað? Kristín er ólík, það ekki?
engin sérfræðingur, en þetta er keimlíkt. Finnst þið það ekki? Tryggvi var að segja satt. Magnús, sem sagt, tók þátt í leitinni og skrifaði skýrsluna hvað... Falsaði. Hann er ekki minnst einu orði á aðild sína málinu við mig. Við verðum að senda út beiðni á rannsókn á hendur Magnúsi. Ha? Já. Staðan skiptir ekki máli. Já, en ef við höfum rangt fyrir okkur, þá er starfsferðli okkar beggja svo gott sem lokið. En við verðum að komast til botns í þessu máli. Að Magnús sé sá sem að nauðga þessum strákum. Ég veit það ekki. Ég fer að skrifa beiðni. Takk. Já. Arnar, þetta jarðarförina, ég er miður mín, fyrirgefðu, ég bara skil þetta ekki. Ég vildi bara hringja á hana. Er þetta hann? Nei, Leifur, nei. Þetta er lögreglan. Við hvern tala ég?
Ertu enn á landinu? Já. Það er að hitta þig. Ertu þarna? Já. Marselhúsið, ég var komin í bæinn eftir hálftíma. Já, ok. Hvað, er hvað? Hann Fannar er dáinn. Sjálfsvíg. Mamma skoða hann. Ó, guðmengur. Ég fann þetta á... Má bjóða þér eitthvað? Nei, takk. Ekki strax. Ég fann þetta á Fannari. Alveg eins og viðri. Sami staður. Samaður. Ertu að meina að maðurinn hefur líka... Þór hlýtur að hafa komið því í kring. Geti útskýrt þessa helvítis peninga. Ég fann líka svolítið. Ég er náttúrulega vissum að þetta sé herbyggi sem að Tómasar myrtri. Og að þetta hérna sé blóðið úr morðingjanum. Og í kjölfarið skoðaði ég skýrsluna um hvarfi Tómasar. Talaði líka við vitni. Það kom lögreglubíll á Valhöll kvöldið sem að Tómas hvarf. En það stendur ekkert um það í skýrslunni. Hvað? Tryggvi, sem var yfirlögregluþjónn á staðnum á þessum tíma, hann neitar allir sök. Segir að undirmaður sinn hafi gert það. Hver er það? Þessi myndi tekin daginn eftir að Tómas hvarf. Hva? Ég meina, finnst þér ekkert skrítið að Magnús hafi ekki sagt okkur að hann hefði tekið þátt í rannsókninni á hvarfi Tómasar? Það hljóta að vera einhverja lógískar ástæður fyrir því. Væntanlega rannsóknar hagsmunir eða hann hefur ekki viljað missa máli frá sér. Arnar, heyrir í sjálfur þér? Ég? Heyrir þú í sjálfur þér? Ég meina, hvað ert að segja? Að Magnús hafi falsað skýrsluna því að hvað? Hann nauðgaði strákunum. Og hvað? Myrti Tómas og síðan Guðmund til þess að dylja slósina. Ég meina, þú veist, Kata í alvörunni. Hann vissi allt. Hann var í fullkomni aðstöðu til þess. Alveg eins og í máli Tómasar. Arnar, stundum þá sér maður þá sem standa manni næst ekki réttu ljósi. Af hverju er Magnús þá að fara fram og frekari rannsókn málum Guðmundar? Hvað meinarðu? Er hann að því? Já, hann er að því. Kata, ég veit að þú ert ósáttu að vera sett í leyfi. Bíddu, þetta tengist því ekki neitt. Þú vissum það? Ef að þú verður ekki svona blindur af Magnús, þá sæði þetta saman ég. Hæ, hvernig gengur? Herðu, ég var að klára bíðin þína. Gott. Senda hann inn. Já, ef ekki... Elvar, Sæll, Elvar Hákon hérna í Borgarnesi. blessaður. Heyrðu, ég var að senda þig póst. Ég vildi bara vera vissum að þú hefði fengið hann. Já, býttu, leiði mér að tekka. Ertu búinn að fá hann? Er þetta eitthvað grín? Nei. Það var nú einmitt ástæðan fyrir að ég ákvað bara að hringja.
Hefur þú gerðið þitt grein fyrir því að þú ert að biðja rannsókn á einum æðsta manni lögreglunnar í Reykjavík? Já, ég geri mig grein fyrir því. Og við þengið? 30 ára gömul skjöl. Ertu að biðja mig að samþykkja rannsókn vegna skjala sem eru 30 ára gömul? Þú veist að málið er fyrnt, nefnir þessi morð eða kynferðisofbeldi gegn barni. Já. En hvað ef það er bæði? En Hákon, ertu vissum að þú viljir gera þetta? Nei. En helvítið samviskan, hún leyfir ekkert annað. Ég skal lesa beiðnin yfir. Takk. Takk fyrir það. Sæl er hún. Já, hæ, ertu ekki farin? Nei, ekki ennþá. Heyrðu, ein spurning. Talaði Magnús við þig? Út af rannsóknina á morði Guðmundar? Já, ég sendi allar niðurstöðurnar í gærkvöldi. Já. Ok, flott. Ég vildi bara vera viss.
Hvernig hefur það? Bara fínt. Hvernig er Kári? Skýrslutakan, tengdist hún eitthvað slagsmálun? Nei, það var ekki það. Það var... Varstu búin að heyra strákunum sem að nauðguðu 17 ára stelpu í partí hann daginn? Ekki tekist Kári því? Hann var í partíinu. Ég held kannski að hann hefði tekið þátt í þessu á einhvern hátt. Hæ? Nei, hann gerði ekki neitt. En hann var niður á stöð til þess að nafngreina strákana. Og var slagsmáli kannski við þá, eða? Var búið að ná þeim? Já, það er búið að kalla allinn. Hvar er Kári núna? Er eitthvað sem ég get gert? Hérna, Hugrún. Mér langar eiginlega að beða að gera mér einn alveg risa greiða. Hvað sem er? Ég þarf að láta greina þessi blóðsynni og bera saman við Tómas. Hvað kemur þetta? Og mig grunar að það geti líka verið blóð á morðingjanum í sýnunum. Kata, þú ert í leyfi. Ætlarðu að gera þetta fyrir mig? Sko, ég get ekki sendt þetta til Oslo hans að fá undirskrift frá Helgu. Ég veit það, en... Já, og Magnúsi. Síðan hvenær? Hann er bara búinn að setja nýja reglur. Nú þarf allt að vera í gegnum hann. Andskotinn. Kata, hvað er í gangi? Ekkert. En að ég þarf að drífa mig. Kata, viltu ekki koma og borða með okkur, Óla? Nei, takk, ég verð að drífa mig. Sjáumst. Hákon? Sælvinur. Það er komið svar. Og? Já, þú fyrst neitun, en það er nú ekki allt. Hvað meinar? Það eru 2 lögfræðingar frá ráðuneytinu og leiðinni til henni upp í Borgarnes. Þeir eru með uppáskrifað kröfu að láta gögnin af hendi tafarlaust. Og hvað? Mega þið það? Hákon, ég segir þetta sem vinur. Ekki rugga bátnum meira. Hvaða helvítis kjaftaði er þetta? Þetta eru einfallega of stórir fiskar. Egill. Tilsæð. Hvað, kom eitthvað fyrir? Nei, okkur heldur það. Bara af því að þú vorst ekki vön að koma hingað. Og ef þú ætlar að biðjast afsökunar, þá er alveg nóg að hringja. Nei, ég kom ekki hingað til að biðjast afsökunar. Nei. Nei, auðvitað ekki. Sorry. OK. Já, ég hefði ekki átt að ljúga þér. Ég hefði ekki átt að trúa því verst upp á Kára. Ég hefði ekki átt að haga mér svo fíbl. Það er bara... Þetta mál. Ég næ ekki að hugsa skýrt. OK. OK. Ég skil. Hvernig hefur Kára það? Hann er bara dröllu fúll út af því. Ég lofa bæti fyrir það. Ég þarf bara að klára þetta mál fyrst. Það er alltaf eitthvað fyrst. Þetta er ekki þannig. Egill, ég þarf að hjálpa þín að halda. Nú? Geturðu borið DNA-ið úr þessum sýnum saman við gagnagrunninn ykkar? Ég væri að brjóta persónuverndarlög og ég yrði rekin. Ef þú hjálpa mér ekki, mun þetta ógeð sem hefur misnotað tugi drengja sleppa við refsingu. Þessi sýni mun koma honum í fangelsi. Ég yrði rekin. Ég geti þetta ekki. Það voru drengir á aldur við Kára. Ég geti það ekki. Sorry. Nú sagði Kára frá þér.
Hæ, vonandi eftir með góða fréttir handa mér. Nei, því miður. Nú, hvað, vantaði eitthvað með beiðninni? Það er búið að hafna henni. Ha, strax? Já. En það tekur yfir nokkra daga að vinna þér. Og ég á að láta öll rannsóknargögn af hendi. Nei? Það er augljóst að það er einhver í efstu röðin sem vil stöðva þetta. Þú gerir það ekki. Ég verð. Vita þeir að ég er með ljósrit af gögnunum? Nei. Gott. Höldu þið þannig. Hvaða dómari var þetta annars? Sæll. Sæl. Mér langaði bara til þess að fá að vita af hverju var beiðninni hafnað. Ræðum þetta á skrifstofunni minni. Nei, hver hafnaði beiðninni? Henni var bara hafnað og við því er ekkert að gera. Þú veist jafnvel og ég að þessu höfnun er fullkomlega óeðlileg. Þau sem ég ræddi við, svo að gögnin sem hefur verið send væri ófullnægjandi. Ófullnægjandi? Kjaftaði! Viltu virkilega ræða þetta hérna? Ég vil nöfn. Hver hafnaði henni? Ég veit það ekki. Ég sendi hann á ráðuneyti til yfirlestrar og fekk símtal korteri síðar. Hefur einhvern tímann lent í svona áður? Segðu mér það. Hefur einhvern tímann lent í svona áður? Er þetta eðlilegt? Nei, það er ekkert eðlilegt við þetta. Einmitt. Þeim okkur út, ekkert ólíkt hlustundum hvað það var þar, sem er alveg að stengla sig út á leiðinni heim eða komin heim. Já, ég held það. En það er kannski ágætt að minna hlustendur á Kastljós kvöldsins. En þar ætlar hún Selma að ræða við Magnús, lögreglustjórann í Reykjavík, Valhallarmálið. Við hvetjum fólk til þess að fara varlegan úti þar sem þið er að gera, spennið beltin á stað og reynið að njóta kvöldsins og vera góð. Býttu, átt þú ekki að vera út í Nóri? Já, ég frestaði fluginu. Heyrðu, ég ætla alltaf að tala við þig. Ég þarf smá hjálp. Ég er að reyna að hafa upp á hann Ragnari Ómarssoni. Nú, af hverju? Ég þarf bara að spyrja nokkra spurninga. Er rannsókninni lokið? Já, þetta tengist þær ekki beint. Ég er bara svona að reyna að fá okkur hluti á hreint. Þið ekki með númerið aðeins ég geti sendið á þig? Ok, frábært. Gengur ekki annars vel? Jú. Bara allir að klára skýrslurnar og svona? Já. Væntanlega verið að skoða morðið á Guðmundur líka. Hvað áttu við? Misræmið. Misræmið? Talaði Magnús ekkert við þig? Nei. Ég hef ekki hitt hann síðan eftir blaðamannafundinn. Nei. Hvað? Býttu aðeins. Hæ. Hugrún. Já, hvað? Sagðist ekki að senda Helgu öll Guðmundargögnin í gær? Nei, ég sagði það ekki á Helgu. Ég sendi þau fyrst á Magnús. Magnúsi fyrst? Já. Hann baði það, hann ætlaði að senda það áfram. Ég veit ekkert meira það. Ok. Takk. Já, bæ. Sko, Magnús er 1.000.000. Hann hefur örugglega gleymt að áfram senda á mig. Hvaða misræmist að tala? Skiptir ekki máli. Sjáumst. Sjáumst. Þetta er Ragnar, þú veist hvað þetta að gera. Sæll, þetta er Arnar hérna hjá lögreglunni. Heyrðu, við þurfum að spjalla þeim saman. Ég held að þú getur aðstofað okkur við rannsóknuna á morði föðurins. Tölum saman.
Nei, Arnar. Sæl, Elsa. Ég held þú væri farin. Já, ég frestaði fluginu. Er Magnús heima? Nei, hann er í sjónvarpsviðtali. Já. En ég á von á honum eftir svona klukkustund. Mikið er gaman að fá þig aftur í heimsókn. Ertu ekki svangur, Arnar minn? Elsa, ég held ég hafa aldrei spurt þig að því hvers vegna þið Magnús byrjuðu að taka ykkur fósturbörn? Við Magnús, við vorum búin að reyna mjög lengi en ekkert gekk. Og þér að segja þá fórum við með að setja Svíþjóðar í rándýrar frjósemisaðgerðir. Við veðsettum húsið, mistum það næstum því. En okkur voru ekki ætluð þau örlög. Svo einn daginn kom Magnús heim mjög spenntur og stakk upp á því að við erum fósturforeldrar. Eftir það breyttist allt. Fjárhagsáhyggjurnar meira að segja hurfu. Þannig byrjaði þetta. Og alltaf bara strákar, eða? Já, Magnús vildi bara stráka. Já. Þið voru fjölskyldan okkar. Okkur hefur alltaf fundist það. Sérstaklega þú, Arnar minn. Hann Magnús hefur svo oft talað um það hvað hann er stoltur af þér. Hvað voru þér yfirleitt gamlir? Allt frá 10 ára upp í 16 eins og þú. Þú var svo síðasti sem við tókum. Okkur fannst þetta orðið gott. Guð, hvað er ég að hugsa? Kastljósið er byrjað. Gott kvöld og verið velkomin í Kastljós. Valhallarmorðin hafa vakið óhug meðal landsmanna undanfarið en nú sér fyrir endan á þessum voðaverkum. Við ætlum að ræða við Magnús Sveinsson, lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins í kvöld. Vertu velkomin, Magnús. Takk fyrir. Það er óhætt að segja að þú hafið staðið í ströngu síðustu 2 vikurnar. Að því nærtækast að spyrja, hvernig líður þér? Tilfinningarnar eru vissulega blendnar. Þetta er auðvitað hræðilegur harmleikur, en það er líka ákveðin léttir að málinu sé lokið. Lögreglan fékk talsverða gagnrýni á sig í upphafi rannsóknarinnar. Hvað fannst þér um það? Já, eins og ég segi nú alltaf þá skulum við spyrja leikslokum. En í málum að þessari stærðargráðu er hins vegar mikilvægt að lögreglan fái vinnufrið. Hvað er þér efst í huga þessa stundina? Þakkir til samstarfsfólks míns sem aldrei gafst upp. En auðvitað er hugur minn fyrst og fremst hjá aðstandendum fórnarlambana. Og við áhorfundur heima í stofu, eitthvað sem þú vilt segja? Ég vil nú bara þakka traustið í þessu flókna verkefni. Ég veit að fólk var hrætt, ég veit að fólk vildi fá svör. Og það getur verið erfitt að halda ró sinni í aðstæðum sem þessum, en flestir Íslendingar gerðu það. Þetta er án efa stærsta sakamál Íslandssögunnar. Jú, svo segja menn. En er þessu máli lokið, Magnús? Já, vissulega, því lokið. Já. Er það nú alveg víst? Mér langar til að spyrja þig um eitt atriði. Kannastu við skýrslu 213b sem gefin var út af embætti lögreglustjórans í Borgarnesi þann 29. janúar árið 1989? Hvað er þetta? Þú svaraðir ekki spurningunum minni. Hvaða spurningu? Kannastu við þessa skýrslu? Þetta er svo langt síðan Þetta er skýrslan um leitina að Tómasi Kristjánssoni sem hvarf frá Valhöll 3. október árið 1988. En eins og alþjóð veit þá lést faðir Tómasar, Kristján Jónasson, fyrir fáeinum dögum í átökum við lögreglu eftir að uppkomst hann sem Valhallarmorðingjan. Þar sem hann var að því virðist að hefna sonar síns. Og hér er ljósmynd sem sýnir þig á vettvangi Valhallar daginn eftir að Tómas týndist.
þann 4. október árið 1988. Þótti þér ekki við hæfi að upplýsa samstarfsfólk þitt vitneskju þína þetta mál? Hvað er að segja þig? Ég tók vissulega þátt í leitinni að drengnum á sínum tíma, en það er allt og sumt. Hvers vegna átti ég að nefna það? Það voru margir sem tóku þátt í henni. Þú gerðir meira en bara taka þátt í leitinni, ekki satt? Ég ræddi við Tryggva Sighvatsson, fyrrverandi lögreglustjóra í Borgarnesi. Hann segir að þú hafir annast skýrslugerð í tengslum við rannsóknina Hvarvetna og að hann hafi einungis skrifað undir skýrsluna. Er það rétt? Ef hans undirskriftir á skýrslunni, þá skrifaði hann þessa skýrslu. Ertu að segja að þetta sé ekki þín rithönd? Ég er ekki rithandarsérfræðingur. Nei, þess vegna fengum við álit sérfræðings. Hann telur yfirgnæfandi líkur á að sami einstaklingur, þú, hafir skrifað báða texta. Þess vegna spyr ég aftur, skrifaðir þú skýrsluna hvarf Tómasar Kristjánssonar? Sko, ég þarf ekkert að... Við höfum eftir áreiðanlegum heimildum að margt í þessari skýrslu standist einfaldlega ekki. Hvaða heimildir eru það? Kastljós ræddi bæði við íbúa á Borg, næsta bæði við Valhöll og svo menn sem voru vistaðir þarna á þessum tíma. Hvað þykjast þeir vita? Magnús, af hverju sagður ekki frá aðkomuðinni að máli Tómasar? Misnotaðir þú drenginn af Valhöll? Var Tómas myrtur? Við þökkum Magnúsi Sveinsinni kærlega fyrir komuna í Kastljós. Við munum halda Ég held að það sé best að þú drífur þig bara. Ég þarf aðeins að Ég þarf að... Og svona ljúkum við Kastljósi í kvöld. Sjáumst að sjálfsögðu hér aftur annað kvöld. Verið sæl. Þetta stóðst sem þetta allt. Það lítur allt út fyrir það. Ég veit ekki hvernig þitt fólk áttur að koma út úr þessu. Nei, en einhver var að gera þetta. Sannleikunum var að koma í ljós. Kata, vel gert. Arnar. Hæ. Má ég koma inn? Hvar er Leifur? Hann er hjá bróður sínum. Hvað heldur að mamma myndi segja hún geti séð okkur núna? Hún sér okkur. Hún er alltaf hjá okkur. Já, ok. Þannig að hún hefur ekkert farið til helvítis, eða? Hvers vegna heldur að hún hafi snúið baki við þessu öllu? Og hún gat ekki lifað svona lengur. Hún gat ekki lifað svona eins og þú. Leifur er ekkert eins og pabbi. Þessi fátar, þeir eru allir eins, sko. Af hverju lætur hann stjórna þér?
er ekki eins og þú. Ég get ekki bara... Þú ferð ekki. Hvert á ég að fara? Til mín. Ég get ekki bara... Ég get hjálpað þér. Hvað er eiginlega í gangi hérna? Það er ekkert í gangi hérna, ég er bara að tala við hana systur mína. Laufey. Það er algjörlega óviðeigandi að þú sitt að koma hingað þegar ég er ekki heima. Komdu með mér. Þú ætla að biðja þeim að fara. Heyrðu. Snertu mig ekki! Hættu! Komdu með mér. Fara hérna út. Út með þig. Ég var búinn að biðja þeim að fara hérna út. Eyja, gjörðu það.